Málsvegi í þannig fund bæjarstjórnar Fljótsdals hér að setta. Það 304. fundur bæjarstjórnar á 20. nóvember. Fyrir fundinum liggja alls 8 dagskrármál og við göngum venju samkvæmt til hins fyrsta sem að þessu sinni fjárhagsáætlun. Það fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 og svo langtímaáætlun 2021-2023 og það Björn Ingimarsson bæjarstjóri sem að tekur til máls. Forseti og góðu fundamenn. Ég mun nú fara yfir helstu stærðir í fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 og árin 2021-2023. Helstu niðurstöðutölur eru sem hér segir. Rekstrartekjur sveitarfélags árinu 2020 nema 5.024 milljónum króna samkvæmt samstæðu, en þar á nema rekstrartekjur A-hluta 4.549 milljónum króna. Rekstrargjöld fyrir fjármagnslið og afskriftir verða alls 3.999 milljónir króna í samstæðu og þar af eru rekstrargjöld A-hluta áætluð 3.922 milljónir. Afskriftir ársins í samstæðu nema 306 milljónir króna, þar af 185 milljónir í A-hluta og fjármagnsliðir verða neikvæðir 342 milljónir í samstæðu og í A-hluta 236 milljónir. Eftir fjármagnslið og afskriftir rekstrar afkoma jákvæð 365 milljónir króna í samstæðu og í A-hluta jákvæð 205 milljónir króna. Veltu við frá rekstri jákvæð 869 milljónir króna hjá samstæðunni og í A-hluta það jákvæð 532 milljónir. Afborganir af lánum og leiguskuldbindingum hjá samstæðu verða 555 milljónir á árinu 2019 á árinu 2020 og þar af 385 í A-hluta. Heildarskuldir og skuldbindingar eru áætlaðar 7.843 milljónir króna í árslok 2020 í samstæðu og í A-hluta 4.885 milljónir króna. Skuldaviðmið samstæðu verður þá 122,2% í árslok 2020. Sú breyting hefur orðið á 3 ára áætlun 2021-2023 frá fyrri umræðu að fjárfestingar í lok tímabilsins eða árið 2023 aukast 140 milljónir króna eða úr 190 milljónum í 330 milljónir. Að ræða auknar fjárfestingar í B-hluta, nánar tiltekið hjá Hitaveitu Egilsstaða og Fella. Sömuleiðis aukast lántökur B-hluta á árunum 2022-2023 152 milljónir króna og á það einnig við B-hlutan og Hitaveitu Egilsstaða og Fella. Áhrif á A-hluta eru engin. Fjárhagsáætlun 2020-2023 í heild sinni að öðru leyti aðgengileg og heimasíðu Fljótsdalshéraðs. Jafnframt eru eftirfarandi álagningar hlutföll og viðmiðunartölur fyrir árið 2020 lögð til grundvallar og samþykkt sem hluti af henni. Og það álagningar hlutfall útsvars að það verði óbreytt eða 14,52%, fasteignaskattur verði óbreyttur eða sem hér segir A-flokkur 0,5%, B-flokkur 1,32% og C-flokkur 1,65%. Lóðaleiga verði óbreytt á eignarlóðum Fljótsdalshéraðs eða 0,75%. Heimild til lækkunar fasteignaskatts hjá tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum á árinu 2020. Hvort breytingar verða á hámarks- og lágmarksviðmiðum liggur ekki fyrir nú en mun væntanlega gera það bæjarstjórn kemur næst saman til fundar og mun fá hljóta afgreiðslu. Sama á við gjöldir tengjast sorphirðum málum. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 og 3 ára áætlun fyrir árið 2021-2023 hér með lögð fram til síðari umræðu og afgreiðslu. Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu og orðið þá laust fjárhagsáætlun Fljótsdalshéraðs fyrir árin 2020-2023. Einhver sem óskar eftir því að taka til máls. Ef að svo ekki, að þá mælendaskrá lokað og við göngum þá til afgreiðslu eftirfarandi tillögu. Ég ætla að lesa hana hér upp. Bæjarstjórn samþykkir framlagða fjárhagsáætlun Fljótsdalshéraðs fyrir árið 2020 við seinni umræðu ásamt 3 ára áætlun 2021-2023 og framangreindum álagningar hlutföllum og viðmiðunartölum. Sem þá það tölur sem framkomu í máli bæjarstjóra hér áður. Fyrri umræðum fjárhagsáætlunina fór fram 6. nóvember síðastliðinn og var hún birt í Kauphöllinni þann sá.
dag, Þessa tillögu hyggst ég bera hér undir atkvæði. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Við höfum þá lokið við þennan fyrsta lið og göngum þá næst til annars dagskrárliðar. Það fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs, 489. fundur bæjarráðs og það Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, gott fundafólk. Fundargerð bæjarráðs sem að hér liggur fyrir númer 489. Hún í 9 liðum og þar eru 3 liðir teknir út. Það hér fyrst liður 2.4, hamingju óskir með sameiningu frá Fjarðabyggð. Og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði og þakkar góðar kveðjur frá Fjarðabyggð í tilefni af sameiningu sveitarfélagana Borgarfjarðarhrepps, Seyðisfjarðarkaupstaðar, Fljótsdalshéraðs og Djúpavogshrepps. Liður 2.6 samráðsgátt, breyting á reglum MÁU og reglu MÁU og reglugerð framkvæmdaleyfi og eftirfarandi tillaga fylgir. Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs gerir athugasemd við tillögu að orðalagi í 30. grein reglugerðar draga mat á umhverfisáhrifum þar sem gert ráð fyrir að ekki verði tekin rökstudd afstaða til álits Skipulagsstofnunar heldur verði álit Skipulagsstofnunar mat á umhverfisáhrifum lagt til grundvallar útgáfu framkvæmdaleyfis. Það mat bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs að þarna sé harðar að orði kveðið en lög og tilskipanir gefa tilefni til og leggur því til að horfi verði frá þessari breytingu. Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs gerir einnig athugasemd við tillögu að orðalagi í 10. grein reglugerðardraga framkvæmdaleyfi þar sem fram kemur meðal annars að framkvæmdaleyfi skuli ávallt bundið skilyrðum Skipulagsstofnunar. Það mat bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs að með þessu sé Skipulagsstofnun orðin ákvörðunaraðili í stað sveitarfélags sem gæti í raun ekki brugðist við með andmælum fyrr en að útgefnu leyfi. Lagt til að horfið verði frá þessari breytingu. Og liður 2.9 samráðsgátt drög af frumvarpi til laga breytingu á lögum framkvæmdavald og stjórnsýslu ríkis í héraði. Tekin fyrir umsögn bæjarráðs við frumvarp til laga breytingu á lögum framkvæmdavald og stjórnsýslu ríkis í héraði og eftirfarandi tillaga lögð fram. Fulltrúar Fljótsdalshéraðs hafa ítrekað á undanförnum árum gert athugasemdir við að nægilegum fjármunum sé ekki varið til reksturs sýslumannsembættisins á Austurlandi. Allt frá því að umdæmum sýslumanna var fækkað úr 24 í 9 þann 1. janúar 2015 hefur legið fyrir að forsendur fjárveitinga til embættisins á Austurlandi eru rangar og hefur verið á það lögð áhersla að þetta verði leiðrétt þannig að embættið hafi tök á að sinna þeim verkefnum því ætlað. Það að nú sé lagt upp með frumvarp opnar á það að embættum sýslumanna verði fækkað enn frekar vekur upp efasemdir að þjónusta embættanna verði efld til að mæta þeim kröfum til þeirra eru gerðar og mælir því bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs gegn því að þetta skref verði stigið. Ég hef farið yfir þessa 3 liði sem voru teknir sérstaklega út úr þessari fundargerð sem eru að öðru leyti lögð hér fram til umræðu og afgreiðslu. Gunnar Jónsson hefur lokið máli sínu og orðið laust undir þessum öðrum lið.
Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef svo er ekki, að þá er mælendaskránni lokað og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það er þá fyrst liður 2.4, hamingjuóskir með sameiningu frá Fjarðabyggð. Þar er tillaga borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og næst er að liður 2.6, samráðsgátt, breyting á reglugerðum MAU og reglugerðum framkvæmdaleyfi. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og síðustu er að þá liður 2.9, samráðsgátt, drög að frumvarpi til laga breyting á lögum framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði. Tillagan er borin upp eins og hún lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og við höfum þá lokið við annan dagskrárlið og göngum til hins þriðja. Það er sömuleiðis fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshérðs. Það er 490. fundur bæjarráðs og Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi tekur til máls. Já, forseti, gott fundarfólk. Í fundargerð bæjarráðs er jú númer 490, hún er í 9 liðum. Það sýnst mér 2 liðir sérstaklega teknir út, það er liður 3.4, fundur almannavarnanefndar 15.10.2019 og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu bæjarráðs lýsi bæjarstjórn sig reiðubúna til að taka þátt í kostnaði við starfsmann í hlutastarfi sem sinni verkefnum fyrir almannavarnanefnd. Og síðan er það hér liður 3.9 frumvarp breytingu laga almannatrygginga almenna íbúða. Já, fyrirgefið, já. Og þar er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með bæjarráði og styður þær hugmyndir sem fram koma í frumvarpinu. Nú, svo mörg voru þau orð. Ég hef farið yfir þessa 2 liði sem eru teknir út úr fundargerðinni, sem er hér lögð fram til afgreiðslu og umræðu. Gunnar Jónsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Það eru fleiri sem að vilja taka til máls. Ef að svo er ekki, þá lokaði mælendaskránni og við göngum til afgreiðslu þeirra liða sem hér var gerð grein fyrir. Það er fyrst liður 3.4, fundur almannavarnanefndar 15. október síðastliðinn. Tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja tillögunni gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 3.9, frumvarp breytingu laga almannatrygginga almenna íbúða og tillagan er borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Það var ekki lengi gert, við erum búin með 3. liðinn, þá er komið þeim 4. og þá kannski fæ ég afbreytingu. Það var það 4. liður, það er fundargerð umhverfis- og framkvæmdanefndar, 122. fundur. Það er Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, sem tekur til máls. Forseti og ágætt að funda fólk. Ég kem hér til að gera grein fyrir fundargerð 122. fundar umhverfis- og framkvæmdanefndar og fundargerðin er í 14 liðum. Þar eru 8 teknir hér út til sérstaklega tillögugerðar. Og þá er það fyrst liður 4.2 sem er endurskoðun fjallskilasamþykktar Múlasýslna. En fyrir fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar lágu endurskoðuð drög af fjallskilasamþykkt sveitarfélaga og starfsvæði SSA. Þetta mál er búið að vera töluvert lengi í vinnslu og var unnið á vettvangi SSA og það er búið að kynna þessu samþykkt síðan fyrir stjórn þar og síðan hefur hún verið senda út til samþykktar hjá sveitarfélagunum, þannig að það liggur fyrir sveitarfélagunum að samþykkja þessa nýju fjallskilasamþykkt. Eftirfarandi tillaga er lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn endurskoðuð drög af fjallskilasamþykkt sveitarfélaga og starfsvæði samband sveitarfélaga á Austurlandi. Og kannski rétt að koma fram, það er nú ekki stórvægilega breytingar í þessu þar sem það ennþá er gert ráð fyrir því að
hvert sveitafélag fyrir sig sér fjallskilumdæmi og raunar að sveitafélag hlutar sem hafa verið sérstök fjallskilumdæmi séu það áfram, þannig að þetta ekki gert ráð fyrir breytingum í raunin á fyrirkomulaginu, en það svona ákveðin uppfærsla þannig á ákveða. Næst það þá liður 4.4 sem starfshópur húsnæði Egilsstaðaskóla, en fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lágu tillögur hönnuða að millilofti í Egilsstaðaskóla og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og fagnar framkomnum tillögum hönnuða sem miðað við kostnaðaráætlun þeirra rúmast innan fjárhagsáætlun 2020. Þarna náttúrulega að ræða mál sem var fyrir nokkru síðan samþykkt hér í bæjarstjórn ætti að ráðast í, og nú liggur fyrir hönnun og kostnaðaráætlun og við raunar tökum þetta einnig fyrir hér undir fundargerð fræðslunefndar sem farið nánar ofan í hvaða tillaga varð ofan á, en hér fyrst og fremst verið að fara yfir það að þetta passar inn í áformaða fjárfestingu næsta árs. Nú liður 4.5 norðvestursvæði Egilsstaða deiliskipulag, en til umfjöllunar eru óveruleg breyting á deiliskipulagi norðvestursvæðis Egilsstaða. Fyrir liggur niðurstaða grenndarkynningar vegna óverulegra breytingar á deiliskipulagi norðvestursvæði Egilsstaða. Frestur til að skila athugasemdir var til 9. október síðastliðinn og engar athugasemdir bárust. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn tillögu og óverulegri breytingu á deiliskipulagi norðvestursvæðis. En þarna að ræða sem svæðið nyrst á Lagarási og fyrst og fremst í rauninni og eingöngu, ef ég man rétt, breytingar sem að varða heimildir til gerða byggingar svo kallara lengjum, Lagarás 31 til eitthvað rúmlega það, sem gert ráð fyrir að það verið heimilt að byggja þar hæð ofan á. Nú liður 4.7 skautasvell. Á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar var fjallað um erindi frá áhugamönnum gerð skautasvells við Blómabæ og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að heimila tímabundna landnotkun undir skautasvell á umræddu svæði, en tillagan hefur lítil sem engin áhrif á landnotkun svæðisins og er að fullu afturkræf. Þarna að ræða einstaklingar sem hafa áður lýst yfir áhuga og raunar komið að gerð tímabundins skautasvells hér í bæ, og það var óskað eftir því að fá nýta þetta svæði, og þetta fellur ágætlega að hugmyndum uppbyggingu á því svæði í kringum samfélagsmiðstöðuna eða samfélagsmiðuna, og að gera láta á það reyna, og það er rauninni búið að marka þessu svæði, ekki mjög stórt, til þess að leitast við að reyna að frista þarna svell. Og liður 4.8, það er nýtt deiliskipulag fyrir Tunguás Fljótsdalshéraði, en meginmarkmið með deiliskipulaginu er að setja ramma utan frekari uppbygging á svæðinu. Skilgreindir hafa verið 13 frístundalóðir og 1 lóð fyrir hótelrekstur og tjaldstæði. Málið var áður á dagskrá á 107. og 112. fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar. Skipulagsbreyting var grenndarkynnt þann 20. mars síðastliðinn og barst athugasemd frá Minjastofnun ásamt ábendingu Vegagerðarinnar, en fyrir umhverfis- og framkvæmdanefnd lá niðurstaða grenndarkynningar vegna óverulegra breytingar á deiliskipulagi Tunguás. Frestur til að skila inn athugasemdum var til 22. apríl síðastliðinn og athugasemdir og ábendingar bárust frá Vegagerðinni og Minjastofnun og brugðist hefur verið við ábendingu Vegagerðarinnar og athugasemd Minjastofnunar. Eftirfarandi tillaga því lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn óverulega breytingu á deiliskipulagi Tunguás. Liður 4.10 tilkynningu fyrirhugaða niðurfellingu Litlabjargsvegar 919901 af vegaskrá, og eftirfarandi tillaga lögð fram að því tilefni bæjarstjórn mótmæli fyrirhugaðri niðurfellingu Litlabjargsvegar af vegaskrá þar sem starfrækt er ferðaþjónusta í umræddu íbúðarhúsi og það því í notkun sem hús í atvinnurekstri. Og það sé nokkuð ástæða til að bregða út á vananum og hafa nokkur orð þetta vinnulega Vegagerðarinnar sem er náttúrulega með slíkum ósköpum að ég skil þetta ekki, hvernig stjórnsýslustofnun getur litið svo á að þeim beri að fella niður vegi af vegaskrá sem þar hafa verið settir inn á þeim grundvelli að sé að ræða lögbýli eða búsetu, og fellið á niður á vegaskrá, og þegar þeim er bent á að það sé áframhaldi atvinnustarfsemi og segja menn að það þurfi bara að sækjum að fá þetta aftur inn. Það sést ekki þannig að það sé Vegagerðarinnar að fara yfir hvort öll skilyrði þess eða einhver skilyrði þess að vegaskrá sé uppfyllt, heldur að þeir geti litið svo á að ef að vegur fer inn á einni forsendu og ef að sú forsenda bregst þá getur hendis út og það sé einhvers annars
að skoða skilyrðin fyrir því að vegurinn sé inn á vegaskrá. Þetta er náttúrulega, þetta er stjórnsýslu framkvæmd frá helvíti, svo það sé nú bara sagt. En við mótmælum áfram og svo sem hefur svo sem ekki neitt gerst í því, en já, það verður samt að leyfa sér að hafa nokkur orð um þetta. Liður 4.12 sem er umsókn um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu við Koltröð 1. Til umfjöllunar í umhverfis- og framkvæmdanefnd var umsókn um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu, engar athugasemdir bárust við grenndarkynningu. Að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn niðurstöðu grenndarkynningar og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að veita byggingarleyfi. Og síðustu þá liður 4.13 umsókn um byggingarleyfi fyrir einbýlishúsi að Þrándarstöðum 7. Til umfjöllunar í umhverfis- og framkvæmdanefnd var umsókn um byggingarleyfi á Þrándarstöðum. Engar athugasemdir hafa borist eftir grenndarkynningar. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn niðurstöðu grenndarkynningar og felur skipulags- og byggingarfulltrúa að veita byggingarleyfi. En þarna er sérst í þessum tveimur síðustu málum að þá erum að ræða sem sagt heimild til þess að veita byggingarleyfi án þess að fyrirliggi deiliskipulag ef að framfer grenndarkynning þar á undan. Svo það sem svona, ef að minni svíkur ekki mjög mikið þá er það sem að þarna erum að ræða. Að öðru leyti er þessi fundargerð lögð hér fram til umræðu og afgreiðslu. Stefán Bogi Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 4. lið. Skúli Björnsson, varabæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góði bæjarfulltrúar, gestir. Það var nú bara þessum orðum bæjarfulltrúar Stefáns Boga varðandi stjórnsýslu framkvæmd. Ég er alveg gjörsamlega sammála honum í þessu og í rauninni ef að þetta er vinnulagi sem að menn nota að þá ætti að vera jafn auðvelt að taka vegi inn á skrá aftur heldur en mér hefur skilist að það sé ennþá verra heldur en að láta fella það út. Að það sé ennþá erfiðar að fá vegi inn og aftur þó að sé öll skilyrði fyrir því. Þannig að ég vil bara árétta stuðning minn sérstaklega við þessi orð forseta. Skúli Björnsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef að svo er ekki að þá lokum við mælendaskrá og göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það er fyrst liður 4.2, það er endurskoðun fjallskilasamþykkta Múlasýsla. Við berum tillöguna upp eins og maður lesum og kynnt hér áðan þess að samþykkja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 4.4, það er starfshópur húsnæði Egilsstaðaskóla. Tillagan er þar borin upp eins og maður lesum og kynnt hér áðan þess að samþykkja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og liður 4.5. Norðvestursvæði Egilsstaðir deiliskipulag. Tillagan er borin upp eins og maður lesum og kynnt hér áðan þess að samþykkja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 4.7, Skautasvell. Þar er tillaga borin upp sem maður lesum og kynnt hér áðan þess að samþykkja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 4.8, nýtt deiliskipulag fyrir Tunguás, Fljótsdalshéraði. Þar er tillaga borin upp sem maður lesum og kynnt hér áðan þess að samþykkja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 4.10, tilkynningu fyrirhugaða niðurfellingu Litlabjargsvegar af vegaskrá. Tillagan er borin upp eins og maður lesum og kynnt hér áðan þess að samþykkja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 4.12, umsókn um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu við Koltröð 1. Þar er tillaga borin upp eins og maður lesum og kynnt hér áðan þess að samþykkja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Liður 4.13, umsókn um byggingarleyfi fyrir einbýlishús að Þrándarstöðum 7. Tillagan er borin upp eins og maður lesum og kynnt hér áðan þess að samþykkja gefur merki með því réttu hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá séum við búin að ljúka yfir þennan 4. dagskrárlið. Já. Og þá er það næst 50 liður á dagskrá. Það er fundargerð atvinnu- og menningarnefndar, 95. fundur nefndarinnar. Það er Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls.
forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Það kynna hér fundargerð atvinnuna menningarnefndar, það var 95. fundur. Og fundargerðin í 11 liðum, en það aðeins einn tekin út. Það liður 5.7. Sveitur jarðir í Múlaþingi. Fyrir atvinnuna menningarnefnd lá bréf frá Búnaðarsambandi Austurlands, dagsett 29. október 2019, þar sem óskað eftir stuðningi sveitarfélaga á Austurlandi við 3. útgáfu sveita og jarða í Múlaþingi. Bæjarráð vísaði erindinu til atvinnuna menningarnefndar 4. nóvember 2019 til umsagnar. Og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með atvinnuna menningarnefnd og er jákvæð gagnvart framtakinu og fagnar því enda mikilvæg skráningu byggðarsögu að ræða. Málið er að öðru leyti í vinnslu hjá bæjarráði. Og fundargerðin er þá bara að öðru leyti lögð hér fram til umræðu og afgreiðslu. Guðmundur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 5. lið. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef svo er ekki, þá er mælendaskrá lokað og við göngum þá til afgreiðslu. Það er liður 5.7, sveitur og jarðir í Múlaþingi. Við berum upp þá tillögu sem var lesin og kynnt hér áðan, þessi samþykki gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og aðra tillögur voru ekki bornar hér upp, en það er vakin athygli bæjarfulltrúa á því að undir lið 5.3, 5.8 og 5.9 er bókað að afgreiðslu atvinnuna menningarnefndar sé staðfest. En ef ekki eru athugasemdir við það að hálfu bæjarfulltrúa höfum við lokið við yfirferð þessa 5. liðar. Þá er það næst 7. liður á dagskrá. Það er fundargerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs, 282. fundur nefndarinnar. Það er Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, góðir fundarmenn. Ég ætla að fara hér yfir fundargerð fræðslunefndar Fljótsdalshéraðs og það er 282. fundur. Fundargerðin er í 9 liðum, það eru 2 teknir út. Það er liður 6.1, starfshópur húsnæði Egilsstaðaskóla. Á fundi fræðslunefndar var lagt til að ráðist verði í framkvæmd í samræmi við fyrirliggjandi tillögu nr. 3, þó þannig að ljósritunaraðstaða verði óbreytt og kaffikrók verði fundinn staður annar staðar. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með fræðslunefnd og fagnar því að nú hilli undir bráðabirgðalausn á húsnæðisvanda tónlistarskólans á Egilsstöðum. Svo er það liður 6.5. Umsagnarbeiðni frumvarp til laga grunnskóla, ritfangakostnaður 230. mál. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir eftirfarandi bókun fræðslunefndar. Fræðslunefnd Fljótsdalshéraðs leggur ríka áherslu á að komi til að ofangreidd lagabreyting verði samþykkt sé tryggt að skuldbindingunni fylgi fjármagn til sveitarfélagana. Sú staðreynd að mörg sveitarfélög hafa þegar ákveðið að tryggja grunnskólanemum gjaldfrjáls námsgögn getur engan veginn verið réttmæt forsenda þeirrar ályktunar að heildarkostnaðar áhrif frumvarpsins séu óveruleg fyrir sveitarfélögin. Verði gjaldfrjáls ritföng lögbundin hefur ríkisvaldið skuldbundið sveitarfélögin til að taka á sig kostnað, sem fyrir sveitarfélag með 500 grunnskólanemendur eins og við á Fljótsdalshérað nemur 2 milljónum árlega á verðlagi 2019. Fleira er ekki tekið út í þessari fundargerð og hún er lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur þá lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 7. dagskrárlið. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef að svo er ekki, þá loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það er þá fyrst sjólurás 6.1, já, það lítaði langt yfir skammt. Starfshópur húsnæði Egilsstaðaskóla og þar er tillaga borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan. Þessi samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Og að lokum er það þá lið 6.5 umsagnarbeiðni frumvarp til laga grunnskóla, ritfangakostnaður. Þar er borin upp tillaga sem var lesin og kynnt hér áðan. Þessi samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd.
Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Við höfum þá afgreitt þær tillögur sem hér voru bornar upp, en athygli bæjarfulltrúa vakin á því að undir lið 6.4 og 6.8 er bókað afgreiðsla frestnefndar sé staðfest. En ef ekki er athugasemd við það hjá bæjarfulltrúum, þá höfum við lokið yfirferði við þennan 7. lið og göngum þá næst til þess 7. sem er fundagerð ungmennaráðs Fljótsdalshéraðs. Það er 83. fundur ungmennaráðs og það er Björn Ingimarsson bæjarstjóri sem tekur til máls. Forseti og góðu fundamenn, ég ætla að fara hér yfir fundagerð ungmennaráðs sem þetta er 83. fundur ungmennaráðs og hún er í 11 liðum og þar af eru 4 liðir teknir út. Það er liður 7.4, samstarf ungmennaráðs og félagsmiðstöðva á Fljótsdalshéraði. Fyrirliggja hugmyndir af samstarfi ungmennaráðs og félagsmiðstöðva á Fljótsdalshéraði og eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn fagnar tillögu ungmennaráðs þar sem lagt er til að fulltrúar ungmennaráðs og félagsmiðstöðva ráðs myndi starfshóp sem vinnur að því að gera félagsmiðstöðuna nýjungur vegahúsið ungmennahús að grænfánamiðstöðu. Starfsmanni ráðsins er falið að vinna með hópnum á málinu. Síðan er liður 7.7, flokkun sorps í stofnunum sveitarfélagsins. Fyrir liggur umræðum sorpflokkun í stofnunum sveitarfélagsins. Ungmennaráð Fljótsdalshéraðs leggur til og leggur á það áherslu að stofnanir Fljótsdalshéraðs séu fyrirmyndir stofnana og fyrirtækja í sveitarfélaginu hvað varðar sorpflokkun og endurvinnslu. Að í öllum stofnunum á vegum sveitarfélagsins séu hugað að því að auðvelt og aðgengilegt sé að flokka sorp á réttan hátt. Eins leggur ungmennaráð til að leiðbeiningar rétta sorpflokkum verði gefnar út til allra stofnana og þær gerðar mjög aðgengilegar á heimasíðu sveitarfélagsins. Eftirfarandi tillaga er lögð fram. Bæjarstjórn fagnar frumkvæði ungmennaráðs í þessu máli og styður tillögur þess. Bæjarstjóra falið að kynna áherslur ungmennaráðs fyrir forstöðumönnum sveitarfélagsins. Síðan er liður dagskrárliður 7.8, tíðavörur í skóla og félagsmiðstöðvar. Fyrir liggur umræða ungmennaráðs tíðavörur í grunnskólum og félagsmiðstöðum á Fljótsdalshéraði. Ungmennaráð Fljótsdalshéraðs leggur til að grunnskólar á Fljótsdalshéraði auk félagsmiðstöðvarnar nýjungar og vegahússins ungmennahús hafi til boða tíðavörur á salernum, jafnframt verði reynt að velja umhverfisvænasta kostin í því. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að vísa málum til umfjöllunar og afgreiðslu í fræðslunefnd og íþrótta- og tómstundanefnd. Já, það er nú greinilega það 5 liðir sem eru teknir út en ekki 4 eins og það er liður 7.9, nafn á samanlega sveitafélag. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að vísa tillögu ungmennaráðs til undirbúning stjórnar og liður 7.11, tómstundaframlag. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykkir að vísa ábendingum ungmennaráðs til íþrótta- og tómstundanefndar til umfjöllunar og afgreiðslu. Og þá hef ég farið yfir þessa fundagerð ungmennaráðs og hún er hér með lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu og orðið er laust undir þessum 7. lið. Sigrún Blöndal varabæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og gott fundafólk. Mér langar til að ræða hér aðeins lið 7.7 í þessari fundargerð ungmennaráðs. Ég er afskaplega hrifin af því að ungmennaráð skuli þarna hafa frumkvæði að því að taka upp málefni sem varða sorpflokkun og ég held ég hef nú komið hér áður í þennan ræðustól og rætt þetta mál vegna þess að ég tel að sveitarfélagið gæti staðið sér talsvert mikið betur í að tala í rauninni fyrir betri sorpflokkun og bara í rauninni hvað það skiptir miklu máli. Og ég held sko að það væri afskaplega, ég tel ávinning í því til dæmis að það væri komið upplýsingum til fólks sem, eða það er að segja örari upplýsingar flokkun og þess áttar kæmu til íbúana vegna þess að hinga flest heilmikið af fólki sem ekki vant flokkun úr sínum sveitarfélögum og það er nú eins og einhver sagði þetta er nú ekki skrifað í skýin kannski. Og við bara, þó að fólk sé ágætlega tölvufært og eigi að geta sótt sér allar upplýsingar, þá er það bara ekki þannig að fólk sitji og sé að lesa heimasíðu gámastöðvarinnar eða hvað sem það heitir, Terra, hvað þetta heitir nú allt saman, á kvöldin og helgar. Það er ekki nema einstaka nörd held ég.
Svoleiðis að þetta er ansi mikið í höndum sveitarfélagsins að koma út kynningarefni. Og á síðastlega vetri þá sendi ég ábendingu eða svona aðeins vangaveltur til þáverandi formanns umhverfis- og framkvæmdanefndar og að með minni starfsmannsnefndarinnar varðandi það að bara einfalt skref eins og það að koma og kynna flokkun og ræða flokkun á stærsta vinnustað á Egilsstöðum og Fljótsdalshéraði sem er Egilsstaðaskóli, þar sem eru 370 börn og 80 starfsmenn. Þá er menn búin að ná til býsna margra heimila. Og ég held að það sé líka ávinningur í því að sé leiðréttar ýmsar rangfærslur og misskilningu varðandi í rauninni hvernig farið með sorpið, vegna þess að enn heldur fólk að það sé bara öllu hendi í sömu grefjuna, og ég held að við þurfum að vera miklu duglegri í sína tölulegar upplýsingar varðandi í rauninni urðunarkostnað, hvað ávinningur er í því að urða minna, sko bara fyrir utan umhverfislegu kostina. Og þarna ég fagna þessu og legg til og vonast til að þarna verði gerð gangskur að bæta úr og það sé komið miklu þéttar út aðgengilegu efni, og til dæmis bara það að svona hlutir eins og að koma með upplýsingur hvað er mikið sorporðað, urðað, kannski ársfjórðungslega, hvað fer mikið í endurvinnslu, ferða allt í brennslu einhvers staðar, hvert ferða. Þetta bara skýrir hluti fyrir fólki og gerir það jákvæðri gagnvart í að vinna í þessu málum. Sem sagt, ungmennaráðið er þarna framar öðrum og það er bara gott, þetta eru krakkarnir með á nótunum. Takk fyrir. Sigrún Blöndal hefur lokið máli sínu og orðið er laust ennþá. Einhver sem óskar eftir að taka til máls. Kannski ég að taka til máls. Stefán Bæjarsson, bæjarfulltrúi. Forseti og ágætt að funda fólk. Mig langar til að taka hér til máls undir lið 7.8, tíðavörur í skóla og félagsmiðstöðvar. Og ég vil gera það, kannski það er alveg ljóst að þetta mál á eftir að fá frekari umfjöllun í nefndu sveitarfélagsins, en það leggjum við það til. Og þarna kemur fram tillaga sem að snýra að nokkrum stofnunum sveitarfélagsins sem að hýsa einhverjum sérilagi ungt fólk. Og ég ætla nú að lýsa bara því yfir að ég vonast allavega til þess að nefndirnar sem að fá þetta til umfjöllunar núna horfi á þetta erindi í jákvæðum augum. Það er svona, það er dálítið merkilegt, það er sömuleyti dálítið merkilegt að vera karlmaður og hafa verið það í 39 ár. Svona undanfarið 20 ára þá hef ég gengið í gegnum það sem virku þáttakandi í alls konar samfélagsumræðu og stjórnmálastarfi að svona, hvað ég segja, vakna til vitundar feminisma. Og ég hef svona, já, 20 var ég nú ekkert sérstaklega móttækilegur. Þegar ég farin að nálgast fertugt þá er ég nú orðin heldur móttækilegri, held ég, fyrir mörgu því sem að hefur verið sett fram í þessari umræðu. Og það er einmitt margt sem að mér finnst forvitnilegt og ástæðis fyrir því að ég vildi sérstaklega tala um þetta er það að þetta er atriði sem að það er svolítið langt síðan að vakin var athygli mín á þessu fyrst, af hverju það væri ekki aðgengi að tíðavörum bara á almenningssalnum, og ég skildi þetta ekki fyrst og mér fannst þetta að vera kjánulegt og asnalegt, en ég hef einhvern veginn svona komist að þeirri niðurstöðu með sjálfum mér eftir því sem ég hef hugsað þetta, og það sem hafði mest áhrif var ágætt kona sem að sagði við mig: heldur þú í alvörunni að ef að karlmenn hefðu blæðingar að þetta væri ekki til staðar á staðar? Og það tók mér langan tíma að velta þessari spurningu fyrir mér. Ef að karlmenn hefðu á klæðum væru þá ekki tíðavörur aðstæðar, og niðurstaðan eftir þessa umhugsun, og hún svo sem er ekki byggð á öðru heldur bara tilfinningu, er, jú, ég held það alveg í alvörunni að ef við karlarnir færum á blæðingar þá myndi þetta vera til staðar aðstæðar, af því að það er nú einu sinni þannig að menn hafa dálítið mótað þetta samfélag í út frá hagsmunum karla í gegnum tíðina. Þannig að þetta er svona, þetta er lítið atriði en ég held að þetta sé táknrænt mikilvægt. Ég hugsa að þetta sé örfjárhæðir í samhengi bara yfir höfuð, hvað að segja, rekstri þessara stofnana varðandi hreinlætisvörur og annað. Þannig að ég vil bara hvetja ekki það að ég ætli svo sem að skipa einum fyrir það hvernig menn eiga að ganga
að þessu máli þegar þetta fer fyrir nefndina, ég vil samt hvetja nefndina til að horfa nokkuð jákvæðum augum á þetta, af því eins og segi, ég held að þetta sé mjög útláta lítið en geti verið táknrænt mikilvægt og gott skref. Ég var aðeins rekist á þetta út í samfélaginu svona á undanförnum árum að maður lappar inn á ókynngreind salerni og þar eru tíðavörur. Það er nú ekki truflað við neitt og ég held að ég hugsa að þeir sem hafa tekið þetta upp að þeir finni ekki mikið fyrir því í pingjunni en einhverjar konur væntanlega hafa geta notfært sér þetta og er það vel. Þannig að ég er ánægður með þessa tillögu ungmennaráðs og hvet nefndina til þess að taka jákvætt í hérna. Stefán Bogi Sveinsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Gunnar Jónsson bæði, gjörðu svo vel. Forseti, góða fundamenn, það er liður 77, flokkun SORPS í stofnunum sveitafélagsins. Langar aðeins að koma upp undir þessum lið og kannski ekki síst í ljósi orða sem að varabæjarfulltrúi Sigrún Blöndal var með hér áðan að þar sem hún er að ræða það og réttilega held ég að það sé fyllsta ástæðu til þess að kynna þetta kannski þéttar fyrir íbúum. Þetta er alveg hárrétt, það eru mjög mikil skipti á íbúum hérna og maður fær hálfgerðan kjánahroll þegar maður kemur til Reykjavíkur og maður er kannski með barnabátunum sínum þar er ekkert flokka og maður hrekkur við, heyrðu krakkar þeim með hendið þessu ekki allir hérna saman og allt það og fólk er á hreyfingu og við þurfum að kynna þetta, við erum búin að flokka hér í fleiri ár og við þurfum að kynna þetta og halda þessu við. En ástæðan fyrir því að ég kem hérna upp að það er kannski ástæða til þess ef það er farið í eitthvað svona og ég held það sé rétt að fráveitan komi aðeins inn í þetta líka og brýni íbúa á því að niðurfallið, klósettið er aðeins fyrir það sem að kemur úr mannslíkamannum en ekki að auka drasl sem er virkilega að há okkur ákveði í rekstri hreinsuvirkja og slík og ég held að væri bara ástæða til þess að þetta er af svipuðum toga flokkun SORPS og við flokkum ekki SORP onni í klósettið, onni í niðurfallin og ef það er farið eitthvað svona þá held ég að til dæmis hitaveitu sem rekstraraðili í fráveitunar myndi gjarnan vilja koma að því. Við höfum stundum rætt þetta á stjórnarfundum í hitaveitu, hvernig við eigum að brýna fólk á þessu og ég vil nota tækifærið ef að verður farið á stað að hitaveitan komi þá inn í það og fari yfir það. Takk. Gunnar Jónsson hefur lokið máli sínu, orðið er ennþá laust. Kristína Sigurðardóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, aðrir fundamenn, það langar aðeins að koma hérna upp undir lið 77 og 78. Tek alveg klálega undir orð Sigrúnar hérna með að vekja meira athygli á þessu. En þetta er svo mikil hugarfarsbreyting og fólk fer frá því að vera sumir eru bara algjörir umhverfis sóðar og þeir hugsa alveg bara ég er einn, það skiptir ekki máli hvort ég sé að flokka eða ekki. En þá ætla ég með langa að vitna hérna í orð sem ég heyrði á málþingi og sem held ég einhvers staðar inn á heimsmarkmiðunum bara no one is too small to have an impact. Það er þetta sem við þurfum að setja inn í hausinn á fólkinu. Þannig að við öll höfum þessi áhrif, hvort sem við flokkum, við þurfum öll að flokka. Það er alveg klart mál. En einmitt það sem stendur í bókun 7.8, það talaði þessar tíðavörur í skólum og það talaði að það verði að velja umhverfisvænstan kostin á því. Þá langar mig að benda bara á hlut sem þá ekki þá er ekki hægt að fá það á, hvernig get ég orðað þetta, ég er að tala um Álfabikarinn. Hann er þá þá er það bara mín eign og ég þarf þá ekki að nýta mér þá einhverjar svona einnota vörur. Þannig að það er spurningum að bara vekja hans athygli á því líka. Það er mjög umhverfisvænt.
Takk fyrir. Kristjana Sigurðardóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er ennþá laust. En ef ekki fleiri vilja kveða sér hljóðs að þá loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Og það er fyrst liður 7.4 með samstarf ungmennaráðs og félagsmiðstöðva á Fljótsdalshéraði og þar er tillagan borin upp eins og hún lesin og kynnt í ráðan þessum samþykki að gefa merki með því réttum hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samlega. Og liður 7.7 það er flokkun sorps í stofnunum sveitarfélagsins. Tillagan er borin upp eins og hún lesin og kynnt í ráðan þessum samþykki að gefa merki með því réttum hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samlega. Og liður 7.8 tíðavörur í skóla og félagsmiðstöðvar. Það er tillagan borin upp eins og hún lesin og kynnt í ráðan þessum samþykki að gefa merki með því réttum hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samlega. Og liður 7.9 nafn á sameina sveitarfélag. Það er tillagan borin upp eins og hún var lesin og kynnt í ráðan þessum samþykki að gefa merki með því réttum hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samlega. Og síðustu liður 7.11 tómstundaframlag. Tillagan er það borin upp eins og hún var lesin og kynnt í ráðan þessum samþykki að gefa merki með því réttum hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samlega. Og við höfum þá lokið yfirferði við þennan 7. dagskrárlið og við göngum til eins 8. og síðasta. Það er fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar, 57. fundunefndarinnar. Það er Berglind Harpa Svavarsdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, góði fundamenn. Ég ætla að fara hér yfir fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar. Það er 57. fundur. Fundargerðin er í 9 liðum og 3 liður eru teknir út. Það er liður 8.1. Styrkir íþrótta- og tómstundanefndar. Fyrir íþróttanemnd lágu umsóknir styrki íþrótta- og tómstundanefndar sem auglýstir voru til umsóknar með umsóknarfrest til og með 15. október 2019. Alls bárust 9 umsóknir styrki en samþykkt var að styrkja 8 þeirra. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu íþrótta- og tómstundanefndar samþykkir bæjarstjórn að eftirfarandi verkefni verði styrkt. Túrt Ormurinn umsækjandi UIA krónur 130.000. Urriðavassund umsækjandi Urriðavassund krónur 100.000. Náttúruhlaupanámskeið umsækjandi ungmennafélagið Þristur krónur 40.000. Fjallahjólanámskeið umsækjandi ungmennafélagið Þristur krónur 30.000. Afrekshópur fimleikadeildar Hattar ME og UIA umsækjandi fimleikadeild Hattar krónur 150.000. Meistaraflokkur kvenna í körfubolta umsækjandi körfuknattleiksdeild Hattar krónur 400.000. Stúdíó í ME umsækjandi foreldra- og hollvinafélag Menntaskólans á Egilsstöðum krónur 75.000. Skíðagöngukennsla umsækjandi skíðafélagi Stafdal krónur 200.000. Næst verða liður 8.2 skíðafélagi Stafdal. Undir þessum lið mætti Hugrún Hjálmarsdóttir á fundi íþrótta- og tómstundanefndar fyrir hönd skíðafélagsins í Stafdal og ræddi fjárhagsmál og fyrirætlanir félagsins fyrir veturinn. Eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu íþrótta- og tómstundanefndar samþykkir bæjarstjórn að færðir verði ónýttir fjármunir að fjárhæð krónur 1 milljón af liði 0628 til hækkunar fjárheimildar á liði 0665 svo hægt sé að koma til móts við þarfir skíðafélagsins í ár. Svo er það liður 8.3 úti körfuboltavöllur á Egilsstöðum. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með íþrótta- og tómstundanefnd og fagnar opnun nýs útikörfuboltavallar á Egilsstöðum. Framkvæmdin heppnaðist vel í alla staði og er sveitafélaginu til sóma og verður lyftistöng fyrir íþróttaiðkun í samfélaginu. Fleira er ekki tekið út og fundargerðin lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er laust og Karl Láritsson varabæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil að forseti úrskurði hvort að vanhæfi sé að ræða með afgreiðslu liðar 8.1
Þar tiltekið styrkur fyrir Urriðavatnssund og þar sem ég gjaldkeyri í stjórn þessa ágæta félags, þá tel ég mig vanhæfan til að greiða atkvæði þetta mál. Já, forseti úrskurðar sem svo að svo bein tengsl sé að ræða að rétt sé að varabæjarfulltrúi víki við afgreiðslu þessar liðar. Þannig að ég vil þá opna mælendaskráninn til lið 8.1 eftir að Karl Lárensson hefur yfirgefið salinn. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls til lið 8.1? Ef svo er ekki þá loka ég mælendaskrá og þá ber ég upp tillöguna eins og hún var lesin hér áðan. Þessi samþykki hann að gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða með 8 atkvæðum og 1 fjarverandi. Þá má Karl Lárensson koma aftur í salinn og ég opna mælendaskrá aðra liði 8.2 og áfram í þessari fundagerð. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls? Svo er ekki, þannig að ég loka mælendaskrá og ætla að bera þá upp þær tillögur sem að hér voru ræðar fram. Það er fyrst liður 8.2, skíðafélagið í Stafdal. Tillagan er borin upp eins og var lesið með kynntir áðan. Þessi samþykki að gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og 8.3 út í Korfuboltavöllur og Egilsstöðum. Það ætla ég að bera upp tillöguna eins og var lesið með kynntir áðan. Þessi samþykki að gefa merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og við höfum þá lokið við að afgreiða tillögurnar. Ég vek athygli bæjarfulltrúa á því að undir lið 8.8 og 8.9 bókaða afgreiðsla íþrótta- og tónlistarnefndar sé staðfesta bæjarstjórn. En ef ekki eru athugasemdir við það af hálfu bæjarfulltrúa þá höfum við lokið yfirferð yfir þennan 8. dagskrárlið og þar með höfum við lokið í að fara yfir dagskrá fundarins. Við munum því rjúfa útsendingu frá honum en við munum ekki slíta fundi fyrir við höfum farið yfir fundagerð og undirritað hann.